Jæja, góðan daginn. Miðvikudagsspjallið mætt. Eins og stundum áður, við erum komnar úr sumarfríi við Hrafí og hún er reyndar ekki með mér í dag. Hún er að loka hérna fékk alveg 50 skilaboð síðasta klukkutíman og var á fundi. Þess vegna erum við aðeins seinar, eða ég aðeins sein. En Hrafí því miður komst ekki í dag vegna veikinda, en þá er ekkert annað að gera en að skella sér ein í spjallið og í dag var kosið að tala hvað gerum við ef við sjálf eða fólki í kringum okkur upplifir ásóknir eða erfiða orku í kringum okkur eða fólk upplifir orku í kringum sig. Og þetta er eitthvað sem mér þykir oft ótrúlega skemmtilegt að tala en mér finnst pínu skrítið að vera ein, þannig að þið gefið mér séns með það. Jú, þegar við upplifum erfiða orku í kringum okkur og ég held að við öll höfum upplifað það og stundum þarf ekkert meira en það að við skreppum í kringluna og upplifum að það getur verið svona þung erfið orka bara eftir að fara þangað. Við hittum ákveðið fólk sem að er kannski á þeim stað bara í lífinu að það er erfitt að það á erfitt og við getum fundið mikið fyrir, við getum verið viðkvæm fyrir orku annarra og orkustaða og bara yfir höfuð orkunni í kringum okkur, orku á vinnustöðum ef eitthvað mikið er að gerast í samfélaginu. Þannig að við erum oft svolítið opin og svona getum við sagt útsett fyrir orkunni sem er í kringum okkur. Okkar reynsla er svo að eftir því sem við erum meðvitaðri okkar eigin orku og vinnum markvissar með hana, að þá leið þá minnkar þessi, getum sagt kannski viðkvæmni, en þá verðum við minna vör við orku annarra. Og það er ekki það að við hættum eitthvað að skynja, heldur það að við erum ekki eins mikið að taka inn á okkur og inn í okkar orkuhjúp því að við vinnum alltaf út frá því að við erum með efnislíkama og svo erum við með orkulíkama í kringum okkur. Eitt af því sem mér finnst gott að vera meðvituð er hversu stór er orkulíkaminn, hversu langt nær hann út. Stundum finnst mér gott að þjappa honum svolítið saman og sérstaklega þegar ég er að vinna með það að hreinsa og sumir segja vernda. Ég fylli orkulíkamana mína bara af minni kærleiksorku. Stundum þarf ég að setja mig í ákveðna búblu fyrir verndina. En það þýðir samt ekki að ég get ekki fundið það sem er í kringum mig. En ég býði ekkert inn í orkuna mína. Og það er það sem er mikilvægt að hafa í huga. Að við ráðum okkar orku og við ráðum hverju við bjóðum inn í orkun okkar. Og þurfum svolítið að vera meðvituð. Jarðtenging er eitthvað sem við höfum oft talað og það er rosalega mikilvægt að passa upp á jarðtengingun okkar og að sinna henni og að vera meðvituð það að jarðtengja okkur, að vera í tengslum við jörðina og markvisst á hverjum einasta degi að tengja okkur við jörðina sem gefur okkur ákveðið öryggi og leið og við munum eftir því þá kannski frekar munum við líka eftir orkulíkumunum okkar og því að við ætlum að halda þeim hreinum og svo vernda okkur með þeim hætti sem við notum. Og sumir í þessum andlega geira vilja kannski ekki endilega tala vernd, en ég vil frekar tala þetta er andlegt hreinlæti og það að vera meðvituð það hvað er í kringum okkur og hverju við hleypum að okkur. Og þetta er allt á okkar stjórn. Við stjórnum því hvað er í kringum okkur, hvað er í okkar orku, hvað er í okkar orkuhjúp og hvað er í kringum okkur. Og ef við erum að upplifa hluti eins og ásóknir eða þessa erfiðu orku, að þá þurfum við að kalla inn og taka til bregðast við, skulum við segja. Og það bara eitt að geta brugðist við því sem við erum að gera, að muna eftir því að við erum stjórnvölin, það erum við sem að tökum ákvarðanir okkar orku, okkar umhverfi,
það fyrsta skrefið og eitt af mikilvægastu skrefunum að taka. Það bara númer 1, 2 og 3 að við erum með stjórn og við upplifum það að við getum haft þessa stjórn. Þá þarf ekki að vera ásókn eða erfið orka í kringum okkur. Það sem að við sjáum oft spurningar inn á andlegu hópunum það svo mikil ásókn þarna eða þetta barn oft truflað í svefni, ég verð fyrir truflun í svefni. Ég búin að biðja viðkomandi að halda sig til hlés. En ertu tilbúin þá að hafa viðkomandi sál inni hjá þér? Það þín ákvörðun hvort þú ætlar að bjóða sálinni og orkunni að vera inni hjá þér. Alveg eins og þegar að pabbi kemur í heimsókn og tala um pólitík. Mig langar ekkert að tala um pólitík, sko. En þegar að orkan verður alveg upp í loft að því einhverju búin að tala um fullt af hlutum sem eru erfiðir og það losnar alls konar orka og þetta verður svona kannski þungt eða hristingur eða getur valdið kvíða eða alls konar, orkan alls konar. Fyrsta sem ég geri bara að kalla í ljósverurnar og biðja þær að hreinsa. Jafnvel sæki ég salvíuna mína og hreinsa út á eftir. En þetta bara spurning að þetta orka sem þarf ekki að sitja eftir heima hjá mér og ég býð engri svona orku að staldra við á mínu heimili. Þetta mitt heimili, ég ræð hvernig orkan og ég vil hafa hana góða. Ég vil hafa hana kærleiksríka. Ég vil hafa hana hrein og tæra og ég vil bara hafa fullt af ljósverum í kringum mig. Og mér finnst bara gott að hafa þetta í huga og njóta þess svolítið að skapa orkuna í kringum okkur sem við viljum hafa. Og ef við hugsum þetta meira út frá því að við höfum þessa stjórn og við getum skapað það sem við viljum, að þá erum við komin með svona grunninn að því að halda orkunni lengur og oftar tærri og hreinni því að það þarf ekkert að vera að hrista endilega alltaf upp í orkun okkar. Og það líka mikilvægt fyrir okkur að kalla inn þessar ljósverur sem að eru með okkur og biðja þær aðstoð. Mikael erkiengill örugglega sá vinsalasti til að kalla í þessu og við vinnum líka mikið með dregum og öðrum ljósverum bara eftir því hvað við erum að vinna með hverju sinni en þar treystum við líka bara okkar skynjun og biðjum jafnvel bara þá ljósveru sem að best til að koma og vinna með aðstæður að koma og hjálpa okkur í það og það skipti. Þannig að við þurfum ekkert endilega að vera í einhverjum brjálæðislegum stellingum. Þetta spurning svolítið það að aga okkur í það að halda hjartengingu og halda þessu andlega hreinlæti og muna eftir að við erum í stjórnina. En svo hvað við getum gert ef að aðrir eru að upplifa það sama. Í fyrsta lagi og ég segi alltaf ef að fólk að spá í þessu fyrir börnin sín en einhverja aðra eins og við foreldrar berum ábyrgð á því að halda hreinu og tæru fyrir börnin okkar. Við berum ábyrgð á því að fræða okkur það sem við þurfum til þess að geta hjálpa börnunum okkar að upplifa öryggi í orkunni. Og við berum ábyrgð á okkar heimili og þurfum að sinna því að halda þeirri orku í lagi. Og ef þetta eru annað fólk, þá að gera að kenna því að bjarga sig sjálft. Af því að það mikilvægt þegar við erum í þeirri stöðu að vera að upplifa mikið af erfiðri orku í kringum okkur. Kannski búum við í fjölbýlishúsi þar sem eru jafnvel erfiðir nágrannar. Verndum okkar heimili, pössum að það kom ekki orka inn á okkar heimili, en við getum líka alltaf sent ljósið og kærleikann frá okkur. Og það okkar sterkasta afl. Ljósið og kærleikurinn og að biðja ljósverurnar það besta fyrir og ljós og kærleik fyrir manneskjuna og heimilið og biðjum það besta fyrir viðkomandi. Og svo annað tæki, tól, sem að mér finnst mjög gott að nota og það fjólubláa loginn og það að lesa ýmislegt fjólubláa logann á íslensku, bara leita á vefnum. En fjólubláa logann ekkert hægt að misnota og það hægt að senda þá orku til þess að hreinsa og líka nota hana til að hreinsa okkur.
og það eitt af því sem að ég nota mjög oft og mér finnst það gott. Það minnir mig á að þó ég hreinsi með ákveðnum hætti á hverjum einasta morgni og hverju einasta kvöldi, en að geta kallað síðan til viðbótar í fjólubláa logan öðru hvoru og líka til að senda inn í aðstæður, stundum bara senda það niður á Alþingi eða senda það yfir skóla eða sjúkrahúsin eða til fólk sem að þarf á því að halda, að við getum beðið ljósverurnar að fara með fjólubláa logan og hreinsa á stöðum í kringum okkur. Og það mjög öflugt. Þannig að nýtum okkur þessa orku sem að ekki hægt að misnota á neinn hátt. Við að biðja það besta, af því við viljum ekki taka stjórnina af öðrum, en við að senda þannig tærum kærleika og biðjum það besta fyrir þá sem að orkan hefur áhrif á. En varðandi ásóknir og annað, að þá hef ég alveg og við báðar fórum stundum á staði til að biðja verur að fara af heimilum, hjálpa þeim yfir í ljósið og annað og það eitt af okkar sálar sérhæfingum í rauninni, okkar beggja, mín og Hrafnheiðar, að hjálpa sálum inn og út úr jarðvistinni. Og við höfum alveg hjálpað sálum inn í jarðvistina en mun meira hjálpa þeim úr þessari jarðarorku, úr þessari, þessu að vera svona fastar stundum, skulum við segja, á milli. Og það bara mjög áhugavert ferli að taka þátt í, en þetta eitthvað sem að við getum öll gert. Við þurfum ekki endilega að hringja í prestinn eða í þennan miðil eða einhvern annan. Við getum beðið ljósverurnar, sérstaklega Mikael erkiengil, að hjálpa okkur og biðja að þessi vera, þessi sál, fái að komast inn í ljósið. Og það ekkert sem að, ef að þær vilja ekki fara, þá getum við þurft aukinn kraft í það, en prófum, af því við stýrum því hvað á okkar heimili og hver, ef þetta eru vinir eða ættingjar eða annað sem að verða fyrir þessu, þá það viðkomandi sem stýra því hvernig orkan á sínu heimili. Og það ber að hafa það í huga að við viljum ekkert endilega hafa sálir hérna og þaðan búandi heim í okkur, sko. Þær ekkert að borga neina leigu. Þannig að ég hef haft þá reglu að á mínu heimili þá ekki boði að staldra við. Og höfum þetta bara í huga að við höfum nefnilega svo mikinn kraft sjálf til að breyta og til að stjórna og til að hafa hlutina í kringum okkur eins og við viljum. Þannig að prófum og við ekki hrædd við að vera að gera, við þurfum bara að finna út frá hjartanu hvað okkur leyfilegt að gera og ekki leyfilegt. Við vöðum náttúrulega ekki í það að fara heim til Gunnu vinkonu og hreinsa bara út þar ef að það ekki eitthvað sem hún vill. Ég mæti ekkert á staðinn. Við þurfum, ég get komið á aðstoðað, þó ég fari ekki í hús lengur og við gerum það ekki lengur. En ég hef alveg farið á aðstoð og myndi alveg fara heim til vinkvenna minna og vinna og annað og aðstoða. En manneskjan verður alltaf að biðja það sem á heimilið. Manneskjan sem verður fyrir ásóknunum, manneskjan sem situr í vondu orkunni, hún þarf að taka ábyrgðina endanlega. Það alveg eins og með börnin. Það kom þessi heim og hreinsaði. Já, það kom einhver heim fyrir mánuð og hreinsaði, en hvað gerist síðan? Hvað þú búin að gera sem foreldri til þess að halda orkunni hreinni og tærri? Og það eitthvað, ef við höldum ekki við og pössum ekki upp á það sjálf, að þá fer allt í sama horfið aftur. Þannig að það lykilatriði að við tökum ábyrgð á okkar orku og á okkar umhverfi og að við bregðumst við þegar að það á við og að við séum ekki að sitja með sálir eða orku með okkur sem að ekki til góðs fyrir okkur. Við verðum að hugsa okkur fyrst og fremst. Og náttúrulega þá sem í kringum okkur eru. Þannig að ég hvet ykkur til þess eins og varðandi börnin, þá höfum við þegar spjallað, átt miðvikudagsspjall börn og hvernig gott að vinna með orkuna í kringum þau. Lesum fjólubláa logan og nýta hann
tala við ljósvörurnar því það mjög öflugt, þær eru hérna til þess að hjálpa okkur, en gleymum ekki að okkar kraftur, okkar eigin kraftur og orka, okkar kærleiks og hjarta orka það sterkasta sem við höfum. Getum sótt í aðstoð, við getum sótt í nærveru ljósverana, en á endanum það alltaf við sem að berum ábyrgð á okkar orku. Og ég mæli með ef þetta eitthvað sem þið eruð að spá í og hafið ekki kynnt ykkur námskeiðið andleg vernd sem að við héldum í fyrra. Þetta eru 3 myndbönd, þar sem við förum í jarðtengingu, þar sem við förum í hreinsun og þar sem við förum í vernd. Förum dýpra í þetta efni, gerum æfingar og þetta námskeið sem að til á vefnum okkar starcoachacademy.com/is, íslensku síðunni sem sagt. Og kíkið endilega á það ef að þetta eitthvað sem að á við ykkur eða aðra og þið viljið gefa einhverjum öðrum aðgang að þessu námskeiði. Af því að það svo mikilvægt við tökum þessa ábyrgð sjálf og munum eftir hvað krafturinn okkar magnaður, stórkostlegur. Og við getum stjórnað þessu sjálf og við getum gert svo mikið fyrir okkur með því að sinna orkunni, með því að passa upp á hana og léttirinn sem að verður við það að vera kannski þar eins og ég þekki sjálf mjög vel að vera kannski oft vakin á nóttunni, að yfir í það að fá bara að sofa í friði, hann rosalega mikill. Og að geta upplifað daga og vikur og mánuði þar sem að ekkert verið að koma, engin óæskileg orka að koma að mér, að það rosalega gott. Þannig að ég mæli með að hafa þetta í huga og virkilega fara að stúdera og skoða hvað þú getur gert fyrir þig og þitt andlega hreinlæti og hvetja aðra til að gera það sama af því að það getur enginn gert þetta fyrir okkur til lengri tíma, nema við gerum þetta náttúrulega fyrir börnin okkar og kennum þeim svo að taka ábyrgðina sjálf. En ég vona að hafið notið spjallsins í dag og við hlökkum til að vera með ykkur aftur í næstu viku, miðvikudagsspjallinu klukkan 12 í beinni á Instagram og Facebook. Og ef þið hafið hugmyndir að einhverju efni, ef það eitthvað sem að þið viljið heyra okkur tala að endilega senda okkur línu á samfélagsmiðlunum eða í tölvupósti, allar upplýsingar á heimasíðunni, að sendið ykkur hugmyndir að efni ef það eitthvað sem þið brennir fyrir að læra meirum. En takk fyrir í dag.